Hingað kominn Sveinn Óskar Sigurðsson, viðskiptafræðingur. Við ætlum aðeins að skoða efni sem í meistaraprófsritgerðinni í viðskiptafræði og það verðtryggingin og þú ert með þá kenningu að það sé þarna ákveðin bjögun í vísitölumælingunni sem hefur býsna alvarlegar afleiðingar fyrir fólk og ég ætla nú bara að gefa þér hérna sviðið aðeins. Ég vona að hafa þetta ekki of tæknilegt fyrir okkur, við verðum að skilja þetta líka. Þetta er dálítið háplani. Já, við skulum bara keyra í gegnum Glærisjó og spjalla svo. Já. En ég fer fyrst aðeins yfir smíð frá þremenningum sem að skrifuðu í tímarit viðskiptahagfræðinga. En við skulum bara byrja kynninguna. Já. Nú, í fyrsta lagi þá erum við með Seðlabanka Íslands og Hagstofuna. Nú, þetta eru tvær sjálfstæðar stofnanir. Seðlabanki segir við höfum lög sem við förum eftir og hefur svo sem lítið með útreikninga Hagstofuna að segja. Nú, Hagstofan segir svo við reiknum út vísitöluna og hefur svo sem ekkert verðtrygginguna sem slíka að segja. Nú, síðan erum við með verðtrygginguna sem að raun og veru Seðlabankin getur kippt úr sambandi eða þá löggjafinn aðstoða Seðlabankann sameiginlega og ríkið eða kippa úr sambandi. Nú, síðan erum við svarlega vísitöluna. Þessi verðtryggingin hangir svona Seðlabankamegin og vísitalan hangir Hagstofamegin. Nú, við erum með lög vexti og verðtryggingu sem er nú margum rædd. Já. Og ein verðtrygging var nú dæmd ólögmæt í fyrra sem er þá í raun og veru gengistryggingin. Nákvæmlega. Nú, við erum með svo lög vísitölu neysluverðs. Og það sem að ég er að reyna að gera hér er að afmarka umfjöllunarefni okkar í dag. Nú, Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun og það er Hagstofan líka. Allt heyrir þetta undir efnahags- og viðskiptaráðuneytið. Já. Og það var færð Hagstofan frá forsetaráðuneytinu yfir til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins sem ég tel vera óheppilegt. Þar sem að forsetaráðuneytið ætti að vera með svona eftirlit yfir öðrum stjórnsýslustofnunum og hagkerfinu í heild. Nú, hér í verðtryggingunni er til dæmis umræðan er þetta rétt reiknað eða rangt reiknað og ég ætla svo sem ekkert að fara út í það hér. En það er þessi í raun og umræða milli hagsmunasamtaka heimilanna og Seðlabankans. Ég er ekki að fara yfir það, heldur þennan lið, vísitöluna. Og þessir hagsmunir sem snúa vísitölunni. Þetta varðar öll íslensk heimili, fyrirtæki, lífeyrissjóðana, fjárfesta. Og þetta getur skaðað ef þetta er ekki rétt að þessum mælingum staðið. Og þá vil ég undirstrika að vísitala er alltaf með skekkju. Já. Hún er aldrei 100%. Nei. En þetta getur samt ef að bjögunin, skekkjan er of mikil, þá getur þetta haft áhrif á lífeyrissjóðana, fjárfesta, fyrirtækin út af þá röngri vaxtastefnu sem getur leitt af sér svona skekkju í hagkerfinu. Algjörlega. Nú, rannsókn þremenninga sem að ég í raun og veru hef undir höndum hér. Já. Þetta er Bjarni Halldórsson, dósent í tækniverkfræðideild Háskólans í Reykjavík, Oddgeir Ottesen sem starfar og er doktor í hagfræði og vinnur hjá Fjármálaeftirlitinu. Og svo Stefanía sem var starfsmaður þeirra, Stefansdóttir, sem er doktorsnemi í Bandaríkjunum. Þau skoðuðu svokallan staðgöngubjaga. Þessi staðgöngubjagi er í raun og veru erum við að neyta sömu vöruna, erum við að kaupa Hummerina í dag og meta þessa skekkju, þau skoðuðu hluta á vísitölunni. Bandaríkjunum að þetta skoða. Niðurstaðan er, skekkjan er tvöfalt meiri en rannsókn í Bandaríkjunum gaf til kynna á skekkjunni vísitölunum þar. Hún er mun meiri hér á landi. Og við erum að tala um að þar settu öldungadeildin af stað Boskin-komissjón. Hér er engin opinber óháð rannsókn hefur farið fram, nema kannski þessi á þessum þremenningum. Sem sé þau eru búin að átta sig á skekkju. Niðurstaðan er einfaldlega mjög mikil frávik. Línan sem er brotalínan er það sem að vísitalan ætti að hafa legið í. En heila línan sem er á reitinu er vísitalan eins og hún er. Var mæld. Þetta er 0,3% skekkja á ári að jafnaði og ef við erum með fullkomna markað þá ætti í raun og veru þetta að deyja út. En ef við gerum ekki ráð fyrir þessum bjaga í okkar lánasamningum, þá leiðir þetta til eignatilfærslu og þetta stendur í loka orðum þessara þremenninga. Og þetta leiðir til eignatilfærslu? Já, en ég vil árétta að það var mjög áhugavert að fá þetta fólki í þáttinn. Nú, áhrif af skekkjun og skuldinar, nú við erum með hérna milljónir króna bæði hægri og vinstri ás,
En ef við skoðum hérna áhrif þess að bjarga ár hvert, þá lítum við hægri ásinn. Þá þetta að vaxa úr milljarði á ári í skekkju upp í rúma 5 milljarða í 2008. Ef við hlöðum þessu upp, þá hefur þetta vaxið og þá ég búin að verðbæta þetta og vaxta þetta. Og þá erum við að tala að skekkjan um 40 milljarða pluss á skuldar heimilana í íbúðarhúsnæði. Og þá miðað við gögn frá ríkisskattstjóra. Þetta náttúrulega, sko, til þess að bera þetta saman, að þá framtakssjóðurinn með eigið fé upp á 20 milljarða og hann á nú flugleiði, húsasmiðjun og margt fleira. Þannig að bara að setja þetta í samhengi. Ég hins vegar skoðaði reiknuðu húsalegan sem þau tóku ekki, þetta húsnæðisliðurinn. Þau tóku þetta ekki inn í. Þar vegur húsnæðið orðið meira en maturinn á árunum sko 2005 og 2009. Bara fasteignir sem þú byrði til eigin nota. Og það það sem ég skoðaði og húsnæðarliðurinn í heildina nemur 28% í vísitölunni sjálfi. En á þessu tímabili náði þetta alltaf 18%, bara húsnæði sem þú byrði. Nú, niðurstaðan mín einfaldlega varðandi vísitöluna, þeir að nota ekki rétt ávöxtunarkröfu á eigið féð þitt í húsinu. Þeir reikna þessa vísitölu sem undir vísitölu neysluverðs. Nú í annan stað, Eurostat, sem Hagstofa Evrópusambandsins, hún bara mælir ekki með því að svo vítt líkan sé notað í smáríkjum. Vegna þess að kreppuástandi, þá skortir gögn í líkani. Nú, í annan stað, Seðlabankinn lagði til á sínum tíma að halda 5 ára meðaltölum. En Hagstofan tók það ekki til greina og fór í 12 mánaða meðaltal, rétt 2005 fyrir uppsveifluna, bóluna, en gerði það verkum að hafði ennþá meira áhrif til skammstíma. Nú, við beitum ákveðinni aðferð, við kallum notendakostaðaðferð, eins og þeir reikna þetta hjá Hagstofunni, þetta einsdæmi hvernig þið beitinni í heiminum. Nú, það sem ég legg til, það þarf að auka rannsóknir, eins og í Bandaríkjunum, sérstaklega út af þessu skekki sem þessi þremenningar bentu á, og þetta minnsta deild í heimi hjá Hagstofunni sem rekur neysluverðsvísitölu. Nú, vaxtaákvarðanir vegna þess svona skekkju geta orðið bjagaðar eða vittlausar. Þeir eru að reyna að finna þetta. En þetta vand með farið í svona litlu hagkerfi, en þetta getur haft áhrif á gengi krónurnar vegna vaxta hlutarins. Nú, eitt sem að gerist það, þegar kemur kreppa, þá neyðist fólk til að búa í dýruhúsnæði. Þetta ennþá mælt. Þetta nákvæmlega eins og þú getur ekki farið í minna húsnæði. Þú neyðist, og þetta mælir vísitalan og mælir ekki breytingar á neyslunni því að þú neyðist að búa í stóra húsnæðinu sem keypti 2007. Þetta eru hlutir sem þarf að skoða. Og jafnframt tel ég að vísitalan ekki svo alþjóðlega vísitala, sérstaklega með tilliti þessa hlutar í henni, eins og löggjöfin hafi ætlað. Nú, þess vegna tel ég að þegar við skoðum þetta sem þremenningarnir skoðuðu ekki, að þá tel ég að því jafnvel enn meiri bjagi en sem þessar skekkjunam sem þau mældu. Nú, ef við skoðum á þetta, aðeins hvernig þessi hluti hefur áhrif, þetta vísitalan sjálf. Þetta svo húsnæðisliðurinn sem rafmagn og hita og þínu húsnæði og greiddri húsaleigu. En ef við tölum reiknaða húsaleigunni, en hún reiknar út þína leigu við að búa í eigin húsnæði. Já, það sem ég að borga fyrir það. Þú sér nú bara þessi liðir, og ég get sagt þér aðrir flokkar vísitölunni eru mun lægri í vexti, en þeir halda uppi vísitölu neysluverðs. Þeir draga hana upp, þeir auka, þeir eru það stór þáttur í neyslunni, að það mjög mikilvægt að rannsaka þessa liði betur í vísitölu neysluverðs. Nú, 80% vóg þetta í raun og veru í kringum 2005 og 28% svo síðan. Í dag vegur húsnæðið þitt 12% í vísitölunni og húsnæðisliðurinn í heildina 24%
Og þá vil ég benda eins á svar velferðarráðherra við fyrirspurn Birgittu Jónsdóttur núna á þinginu. Þar sem hann sagði þetta næmi 20%. Já. Þetta ber að skoða og það sem skiptir öllu máli að skekkjan myndast vegna þess að vísitalan ekki að mæla neysluna okkar í dag. Nei. Og þá étur í raun og veru lánið stöðugt upp eigið féð þitt í fasteignum. Já. Þess vegna tel ég vísitölu neysluverðs ekki henta til verðtryggingar á Íslandi. Nei. Fremur vil ég meina að við eigum að fjölga kostum í verðtryggingunni, það ekkit eðlilegt að banna hana, að mínu mati, heldur á að auka kostina og upplýsa fólk almennt meira hvað þetta þýðir. Já. En það þessi eignatilfærsla sem náttúrulega ótrúlega merkilega. Þá erum að tala að því að vísitalan náttúrulega grundvöldurinn að því að hvernig verðtryggingin reiknuð ofan á lánin okkar og hvernig þetta kerfi malar allt, að þetta stórkostleg eignatilfærsla frá þeim sem að kaupa til fjármagnseigenda. Já, sko. Í þessu. Akkurat og það sem vandinn þessi. Vísitalan mælitæki á hagkerfið. Hagstofan getur verið að vinna þar ágætisvinnu í að finna út í raun og veru bólur og þensluástand. En hún hentar bara ekki til verðtryggingar því að hún á annan veginn. Hún veltir allri áhættu á lántakatan. Hún hleður á hann í þensluskeiðinu, eins og ná kannski að gera, en hún leiðréttist ekki í kreppuástandi. Nei. Og skilu, fasteignir hanga á bókum banka, geta hangið í 2 ár. Já. Að þeim tíma liðnum geta fært fasteigninar yfir í eignarhaldsfélög. Þeir vilja ekki setja á markað. Hvað þýðir það? Fasteignaverð hrynur á markaðnum. Og hvað gerist með eignasafnið þeirra sem eru skuldabréf sem hanga á þessum eignum? Auðvitað rýrna eignasafnið. Þess vegna geta þeir með því að halda þessum eignum á bókum sínum haft ákveðin áhrif á vísitöluna, haldið henni niðri og þess vegna tel ég þessi vísitala almennt ekki henta til verðtryggingar, þá hún geti hentað ágætlega til að mæla hagkerfið. En þetta það sem sagt við að færa peninga til fjármagnseigenda. Já, það vissulega verið að gera það og það án áhættu. En það náttúrulega merkilegt í þessu svona, við þurfum að klára þetta, að hvað fjármagnsmagnið á núna stóran hluta af bara í húsnæðinu í landinu. Þetta ekki komið yfir 50% sem að... Við erum að tala hér, að við erum að tala hvernig hefur eigið fé í skuldunum breyst á milli ára. Við erum að tala hér að 38% voru skuldirnar að heildarstaflanum íbúðarhúsnæði samkvæmt skattinum. Þetta fór í 33% og núna bara 49% eigið fé. Við eigum bara 49% af... Það búið að éta upp bæði á þensluskeiðinu. Þannig að við erum búin að glata eigið fé sem var nú lífeyrir eldra fólksins út úr eignum landsmanna, að stóru hlut. Þetta myndin, sko. Já, þetta myndin. Þakka fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið, takk fyrir að horfa.